Síðustu aldamót voru 1,2 milljónir orða í íslenska lagasafninu. Í dag eru þau 2,4 milljónir. Tvöföldun á 25 árum. Já, ég segi nú bara takk. Tvöfalt meira magn ekki tvöfalt betra kerfi. Og mælikvarðinn á þetta að vera bara á árangur og framleiðni og samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs. Og þetta ekki bara spurning lög og reglugerðir. Af því að þetta þurfi alltaf að hafa ramma og það ekkert allt slæmt í því, bara alls ekki. En það eru oft bara kröfur sem verið að setja og stundum verið að setja kannski íþyngandi óþarfa kröfur. Veitingastaðir. Það ekki langt síðan þeir voru meðhöndlaðir eins og kjarnorkuver af eftirlitsaðilum á Íslandi. Meðal annars vegna vanhugsaðra laga og reglugerðar breytinga frá síðustu árum. Þessi samantekt sem samtökin tóku saman af alls konar fréttaklippum úr árunnar rás þar sem einföldun regluverks lofað og lítið úr verður, þá náttúrulega kannski það ekki beint tilefni til þess að vera neitt rosalega bjartsýnn, en ég meina það allavega, hann hefur gert gangskör, hann Jóhann Páll, allavega í sýnirráðuneyti, þannig að verðum við ekki allavega vona að það horfi betri vegar. Spurningin meira af hverju hefur ekki neitt árangur tekist í þeim efnum undanfarið 20 ár. Það var svona kannski samhljómurinn í máli allra ráðstefnunni og ég held að enginn setjast upp á því að þurfa að einfalda regluverkið. En ég held að hugtakið einföldun regluverks sé aðeins of einfalt. Af því að þú þarft að vita svolítið innihaldið í hverju málaflokki fyrir sig til þess að geta tekist á við regluverkið. Bara einfalda svarið hættum að sturta sandi í tannhjólin. Þetta mikið til heimatilbúin vandi sem við erum að glíma við. Ýmsar fleiri heimatilbúnar hindranir gera það að verkum að við náum ekki þeim árangri sem við ættum að ná. Þetta ekki náttúrulögmál. Þetta úrlausnarefni. Þannig að raun áhrifin af þessu þetta bara miklu hærri kostnaður fyrir atvinnulífið og meiri kostnaður á endingu fyrir samfélagið. Þetta hægir líka á uppbyggingu innviða, dregur úr nýsköpun og fjárfestingu og minnkar samkeppnishæfni Íslands. Ég held að samhljómur milli atvinnulífs og stjórnvalda sé mjög mikilvægur og ég held að það verður ekkert unnið, það verður ekkert grettistak unnið nema með samstillt og átaki og þar fyrir allir að koma að.